Blessaðir, velkomnir komið inn. Gaman að fá okkur. Sviðskakku strax. Vel, setjum þetta á borðið. Herðu svona. Það er oftast þannig að þegar við borðum morgunmat þá setjum við í 2 skálar en síðan endar þetta alltaf að vera allt borðað á minni skál. En já, á leikdegi borða ég alltaf eitthvað sem er mjög kolvetnaríkt, bara yfir allan daginn. Og okkur finnst rosalega gott að fá okkur Cereos, er það ekki alveg? Jú, Cereos og kotta og svo skerum við alltaf einhverja ávexti með. Sko, leikdagur hjá mér er alltaf pínu öðruvísi, hann er aldrei alveg eins. Ég er alltaf með Ellu, dóttur mína, þannig að ég þarf svolítið að sjá hvernig hún er stemd og hvað dagskráin er hjá okkur. Í dag til dæmis er ég ein með Ellu, kærastinn minn er að vinna, þannig að við Ella verðum saman í dag og hérna þá byrjum við daginn oftast mjög rólega. Hérna, ein svona bleik. Við ætlum að fara eftir á æfingu og gera smá æfingar. Og róla, já. En já, það er alveg ástæða fyrir því að maður ákvað að vera hérna önnur 2 tímabil með Þórkó. Það bara hugsa rosalega vel hann og hérna hún er bara partur af liðinu sem er mjög dýrmætt og hérna það er aldrei eitthvað vesen ef ég þarf að taka hana með á æfingu eða fundi eða hún er alltaf tekið með opnum örmum og það er dýrmætt. Ég er fædd og uppalin á Akureyri og hérna spilaði með Þór gegnum alla yngri flokkana og kemur sterkum 95-96 árgangi sem að hérna stóð sig vel á mörgum mótum gegnum alla yngri flokka. Sem krakki var ég alltaf þessi orkubolti sem var að leika sér allan daginn úti með vinunum, kom ekki heim fyrir bara þurfti að fara að sofa og hérna fannst rosalega gaman að prófa allar íþróttir, þannig ég fór í sund og frjálsar og dans og körfubolta og bara nefndi það. En einhvern veginn fannst mér fótboltinn aldrei neitt spennandi. Einhverja tengingin sem ég hafði í fótbolta var að bræður mínu var að spila fótbolta. Þannig að það byrjaði rauninni þannig að þeir voru alltaf að plata mig að koma með sér út. Bara Sandra, þú verður að koma með okkur út að spila fótbolta. Ég alltaf var svona, nei, það er ekki skemmtilegt. En ég prófaði, fór út með þeim og fjall einhvern veginn fyrir fótboltanum, byrjaði að fara á æfingar og hef æft frá með þeim degi. Þannig að ég held að ég hafi verið í 2. eða 3. bekk grunnskóla þegar ég byrjaði. Ég held að það hafi verið svona kannski í 5. flokki eða eitthvað sem að maður fór fyrst að setja sér einhver markmið og sjá fyrir sig hvað framtíðin gæti gefið manni og ég man svo mikið eftir pappa einna stelpu sem spilaði með mér sem hafði svo ótrúlega miklu trú á mér og ég held að það hafi ekki verið hann sem að samfæra mig að ég gæti orðið landsliðskona og spila sem atvinnumaður. Og alveg eins og ég var mikill orkubolti sem barn þá er dóttir mín það líka þannig að það kæmi mér ekki á óvart ef hún færi í einhverja íþróttir. Eftir fyrri leikinn þá var svo ekstra gaman að gíra sig í þennan leik. Það gekk vel hjá liðinu og við persónulega. Við unnum 4-0, hefðum getað skorað fleiri. Eins og í þessum leik þá fær maður rosalega góða þjónustu þegar maður skorar 4 mörk, maður skorar ekki 4 mörk 1. Blóma. Já, það er greinilegt að það er komið sumar. Það er bara blómabuxur og blómasokkar. Já. Manstu, með ónefndi hnén, með slitið krossband og allt það. Manstu, við gerum svona. Yey! Wow. Þegar ég var yngri þá var ég rosalega hjátrúarfull. Ég einhvern veginn hafði alltaf nákvæmlega rútínu og vildi alltaf gera ákveðna hluti. Ég veit, ástu mín, finn kannski eftir. En mér fannst þegar ég var yngri einhvern veginn eins og ég þurfti alltaf að þvo takkaskóna mína daginn fyrir leik. Ég man svo eftir því þegar F50 skotni voru svo vinsælir. Þá átti ég eina þannig gula og rauða og já. Einhvern veginn daginn áður þá var ég alltaf með tannburstan og var að hreinsa og pússa þá, hafa það að hreina á leikdegi en síðan einhvern veginn eftir ég var eldri þá var ég ekki eins sjálfstraffull og eina sem ég ger núna er að passa upp á að gera það sem ég þarf að gera á leikdegi. Jæja, þá erum við komnar. Það er minni mamma mér. Já. Finnst þér ekki gaman að fá að vera með mömmu í þessu? Já. Og við erum núna að fara aðeins í ræktina. Já. Og hvað ætlar að gera í ræktinni? Róla. Það að róla? Já. Það er hérna. Ætlar að renna? Nei, róla? Ég er að reyna sjálf. Ok, gerðu sjálf.
Mér sem sagt stóð til boða þegar ég var 21 árs að fara út til Leverkusen á lán. Mér fannst það frábært svona milliskref að fara þangað áður en ég fór út alveg á samning þar sem að þetta var bara í styttri tíma og ég held ég að vera einhverja 6 mánuði. Þetta var rosalega skemmtilegt og lærdómsríkt og maður fékk svona smjörþefinn af atvinnumennskunni og það einhvern veginn kveikti enn meira áhuga og enn meira vilja að leggja meira á sig heima til þess að komast endanlega út og í rauninni gerði ég síðan nákvæmlega sama þegar ég fer til Tékklands. Þá sem sagt fer ég á lán til Slavia Prag aðalega til þess að taka þátt í meistaradeildarverkefni sem þar var í og já, þá fekk ég svona öðruvísi upplifun, allt annað samfélagið, önnur menning. Já, hvernig gerir þau? Já, þú gerir eins og mamma gerir. Þegar tímabilið hófst og það gekk vel í fyrsta leikjanum að skora þá stakk bróðir minn upp á því að setja sér gott markmið að skora einu sinni á móti öllum liðum. Og núna er deildin hálfnuð og það er 2 lið sem ég skoraði ekki á móti þannig að það er skott að skora á móti þeim 2. Fyrir 2 árum vorum við bara í basli við að halda okkur í deildinni og í dag erum við ósáttar að hafa tapað á móti Breiðablik og Val þannig að það segir rosalega mikið hvert við erum komnar. Nú erum við að sýna okkur hvað er klefinn. Já, akkurat. Hvar sit ég alltaf? Ég sit hérna, eða ekki? Númer 10. Fyrsta sem ég gerði mæti í leiki er að byrja svona 10 mínútur korter í þessu og finnst þetta bara einhvern veginn svona, manni líður þess að sé léttara á sér þegar maður fer í þetta. Þetta er náttúrulega bara eins og þrýstibuxur sko, þannig að þetta er algjör snilld. Jæja, þá erum við búin að taka æfingu. Við ætlum að koma henni í pössun og síðan sjáumst við í listigarðinum. Þetta er náttúrulega svakalega mikið áfall þegar maður fær svona fréttir að maður sé með slitið krossband. Þetta er alveg langur tími frá og í fyrra skipti var ég mjög ung þegar ég lenti í þessu þannig að það var mjög mikið högg og já, þetta er bara ferli sem að tekur rosalega mikið á andlega og líkamlega og maður þarf svolítið svona að koma sér gegnum þetta með þrautseigju og vilja og mér finnst svona pínu svona meiðsli við þetta að sýna karakter hjá leikmönnum og sýna hvað maður er gerður ef þú kemur tilbaka sterkari. Í seinna skiptið þegar ég sleit krossband, það gerðist það á EM árið 2017. Þá vorum við í ferð með landsliðinu á Algarve og ég lendi í óhappi í leikmaður lendi fram á mér og ég slít aftara krossbandi sem er kannski svona óhefðbundnara, það er oftast sem það er framra krossbandið og ég vissi svona ekki alveg hvað það þýddi þegar maður þekkti ekki marga sem hafa lent í slíkum meiðslum en síðan hitti ég bæklunarlækninn hérna á Íslandi og hann var alveg staðráðinn í því að láta á reyna að sleppa að fara í aðgerð og hann sagði að gæti verið erfitt, það er ekkert 100% að virkar en það eru til íþróttafólk sem að spila bara án þess að vera með aftara krossband. Og ef ég ætlaði einhvern möguleika að fara á EM þetta árið með landsliðinu þá varð ég að gera það þannig og ég ákvað að taka slaginn og prófa og það gekk alveg rosalega vel. Leið og ég komst að ég væri ólétt þá var ég alveg staðráðin í því að ég ætlaði að koma mér aftur í landsliðið. Mér fannst ég ennþá eiga það mikið eftir með landsliðinu að mér langaði að gefa þessu almennilegan séns. Það er náttúrulega eitthvað sérstakt að ná jafn stórum áfanga og vera Íslandsmeistari. Það er alveg toppurinn af þessu á Íslandi og það er klárlega markmiðið hjá öllum sem taka þátt í þessu. Þannig að gera það með þínu uppeldisfélagi, ég held að það sé eitthvað einstakt og klárlega eitthvað sem situr í hausnum á honum bara það sem eftir er og vonandi bara bætist við allavega einni viðbót á maður hættir. Bara rosalega skemmtilegt verkefni framöndan og klárlega bara, já, úrslitaleikir að komast á EM og þetta er eitthvað sem við bíðum alla spenntar eftir og við ætlum klárlega allavega 3 stig til þess að tryggja okkur á EM og bara gaman að sé stutt í þetta, alltaf gaman að hitta hópinn. Á leikdögum förum við sett margar í Þórká oft saman í hádegismat og okkur finnst rosalega gaman að sittast niður, hittast, fá okkur að borða, fá okkur eitt kaffibolla og þá förum við alltaf hérna á list sem er algjört æði. Herri, við þurfum svolítið að fá fleiri stóla. En hún ætlaði að koma líka núna, það ekki? Já. Telur að koma bara. Þetta lukkar svakalega vel, sko. Eftir þetta þá ætla ég að fara heim, safna smá orku og síðan hittist við aftur og eftir. Hei, velkomin aftur. Við erum einmitt að klára að græja okkur núna. Ella, ætlum við ekki að setja í töskuna? Dótið? Já! Og
Hvert ætlum við svo að fara? Ætlum við ekki að fara til Ólafar í pössun? Eitt knús. Já, komast það? Heyrðu, síðan við sáumst áðan á list, þá erum við bara búin að hafa frekar kósí. Ég byrjaði að ná í Ellu í pössun og síðan fórum við heim og elduðum okkur smá meiri mat. Það er að passa að fá nóg af kolvetnum. Ég viðurkenni alveg að maður fær alltaf svona smá hnút í magann þegar maður fer að spila. Það skiptir ekki móti hverjum það er einhvern veginn fyrir alla leiki og þrátt fyrir að vera orðin eldri og reyndari þá er alltaf svona smá hnútur í maganum og mér finnst það í rauninni bara jákvætt. Það er bara merki það að mann er ekki sama, maður vill gera vel. Góð úrslit í dag þýða náttúrulega bara að við náum að rífa okkur aðeins frá fjórðasætinu og bara festa okkur í toppbaráttunni sem væri rosalega sterkt en það er alls ekki sjálfgefið gegn sterku FH-lið og það er alveg að sýna það sanna bæði fyrra og í ár að það er ekki auðvelt að ætla sér sigur á móti. Ég er með einn skemmtilegan gullmála um mig. Ég fæ mér alltaf orkudrykk á leikdegi þannig að það er alltaf mjög sérstakt að fá eitt sopa. Auðvitað vill maður vera jákvæður en á sama skapi vill maður setja meiri kröfur og mér finnst almennt ekkert bara eitthvað Akureyri meira staðar annars staðar mega vera meiri mæting á vellina. Það er alltaf mikill munur á mætingunum milli leikjunum hjá kallunum og hjá okkur. Já, bara takk fyrir að fylgjast með mér í dag og bara rosalega gaman að hafa ykkur og vonandi koma góð úrslit eftir.